You see it? What do you see? Hey, öppna mig huvudet. Kæru brautskráningarnemar, aðstandendur, starfsfólk VFMA og aðrir gestir, hjartanlega velkomin á brautskráningarathugun Verkmenntaskólans á Akureyri. Kæru brautskráningarnemar, í dag ég rífandi stoltur og mér eiginlega efst í huga þakklæti fyrir að hafa fengið að vera samferða ykkur. Þið megið vera stolt og stundin ykkar og þetta áfangastaður, en þið megið ekki gleyma að það ferðalagið en ekki endilega áfangastaðurinn sem skiptir máli. Í hinu stóra samspili tilverunar, víxlverka, persónur, aðstæður og umhverfi. Verkmenntaskólinn hefur mótað ykkur, en þið hafið líka mótað verkmenntaskólann. Og þannig hafa kennarar og annað starfsfólk mótað ykkur, en þið, tilvera ykkar og nærvera, mótað þau. Og þannig safnast saman eftir því sem að þessi ár líða mikil gersemi, tilfinninga og minninga sem kalla má samvitund. Samvitund einn af hornsteinum samfélaga. Hluti af samvitundinni eru listir og tónlist þar ekki undanskilin. Mig langar til að biðja Þóri Nikulás Pálsson, tilvonandi stúdenta Fjölgreinabraut, að rísa á fætur og stíga á svið. Þóri Nikulás á sér móðurmál 2 og ætlar að syngja fyrir okkur á öðru þeirra. Eitt lag. Og það lagið Alive eftir Dabin. Gjörðu svo vel. Sometimes it feels like I don't belong here. Roots can't take hold 'cause I didn't fit. Can't see the way out through all my tears. And I know they always say to hold out the better days. I didn't think that I could make it. Came close to giving up every day. The fact I'm here, it's kind of amazing. It's funny how destiny brought out the best in me. So darling, why don't we get high on love and let it in? Feel the flood of everything tonight.
Mér langar að nýta þessu tækifæri aðeins til þess að segja smá frá sjálf mér. Fyrir 3,5 árum síðan ég byrjaði í VFMA. Ég var algjörlega ráðvilltur. Ég vissi ekki hvað ég var að gera, ég hafði engan tilgang. En svo fór eitthvað að breytast. Þetta er saga mín. Feels like I'm breathing in for the first time. Wide open eyes, I'm seeing it all. For the first time in years, I know I'll be alright. Look how far I made it now. Now that I made it out, I don't wanna waste any more heartbeats. I wanna see what I haven't yet. Oh, the whole damn world is waiting there for me, and nothing can hold me back. And maybe I'm fine with that. I wanna live, I wanna be right now. I wanna scream till my lungs give out. Oh, this is what it means to be alive. And I wish the time would just slow down. I can't get enough of life right now. Oh, this is what it means to be alive. Ooh, I wanna live, I wanna be right now. I wanna scream till my lungs give out. Oh, this is what it means to be alive. And I wish the time would just slow down. I can't get enough of life right now. Oh, this is what it means to be alive. Ég vil bara segja öllum hérna sem hafa verið einhver hlut til hluti af þessu ferðalagi. Það sem að kennarar, samnemendur, allir, takk kærlega fyrir. Þetta er búin að besta 3 ár lífs míns og ég var aldrei sjá eftir að ég hafa farið í VFMA. Ok, einu sinni enn. I wanna live, I wanna be right now. I wanna scream till my lungs give out. Oh, this is what it means to be alive. And oh, how I wish the time would just slow down. I can't get enough of life right now. Oh, this is what it means to be alive. Now I'm finally feeling something. Yeah, I finally feel alive. And I know a day is coming when the sun will rise. I made something out of nothing, found something deep inside. But I'll always keep on running. That's what it means to be alive. Takk fyrir. Og slökkva þessu tæki hérna, það er nú svona önnur saga. Heyrðu, takk fyrir þetta. Yndislegt. Já. Kæru brautskráningarnemendur, lagið fjallaði að einhverju leyti breytingar og það sem sagan sem þú sagðir okkur, og kannski eru breytingar það eina sem öruggt í lífinu. Og til þess að leiða þær þarf forystu, og forystu í merkingunni að leiða til hins betra, hvort sem það er með öðru fólki eða með sig sjálf. Og þegar forysta er veitt er mikilvægt að hlusta og sýna virðingu og hógværð, því að þetta eru lykilatriði í velgengni. Að takast á við mótlæti, læra mistökunum, bæði eigin og annarra. Og forystu þörf í eigin lífi og þeim störfum sem á fjörur ykkar reka á ævinni. Forysta felst í að leiða
axla ábyrgð og takast á við áskoranir. Og í forystu felst líka að horfast í augu við aðstæður og ógnanir og sjá í þeim tækifæri. Því að í flestum ógnum felast einhver tækifæri. Faðir minn heitinn sagði alltaf að þegar ég var eitthvað að kvarta, og það má vel vera að það kom ykkur óvart, en það kom alveg fyrir að ég kvartaði, að í mótbyr sést úr hverju fólk er gert. Akkurat í þetta, í mótbyr sést úr hverju fólk er gert. Og mótbyr og mótlæti hafa oft laðað fram margar af þeim bestu hliðum sem samfélög hafa, svo sem hjálpsemi, kærleika, samkennd og virðingu fyrir öðrum. Og dagurinn í dag er táknræn staðfesting á því, þar sem að flestir nemendur hafa lent í mótbyr í náminu, en verkefnin eru til að takast á við þau. Það er ekkert líf svo einfalt að það flækist ekki einhvern tímann. Var það ekki svolítið svoleiðis þegar þau kom í heiminn? Það var ekki lífið einfalt og svo var svona, og þið kannski, það er kannski ekki einhver efst í huga núna, en ég meina þegar þau komu upp í og svo var þeim óglatt og svo köstuðu upp yfir og þetta skiptum sænguver og allt þetta, og muni eftir þessu. Nei, þetta er allt saman gleymt, og það er akkurat í þessum mótbyr sem að tekst á við þessar aðstæður. Eða í barnaafmælunum, kannski svona, ef þið hefur átt stráka hérna, voru svona 6 ára, og eftir barnaafmælið komið inn á klósett og þetta var eins og upplituð mynd eftir Jackson Pollock og þið veltu fyrir ykkur, býtu nú við, hitti einhver ofan í. Kannstu við þetta? Það er gott, það er nefnilega þannig, þau eru mörg verkefnin á lífsleiðinni. Kæru aðstandendur og aðrir gestir, það er nú svo að skólahald einmitt snýst nemendur. Og skólinn er fólkið sem að þar er á hverjum tíma, nemendur og starfsfólk. Og skóli er stærri, það er að segja stærra og áhrifaríkara tæki til jöfnuðar, velsældar og samfélagsbætingar en flesta grunnar. Framhaldsskóli snýst auðvitað undirbúning nemenda undir frekara nám og sérhæfð störf, en það snýst líka alhliða þroska, þátttöku í samfélaginu, siðferðisvitund og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, umburðarlyndi, jafnrétti, sjálfstraust og gagnrýna hugsun. Og við skulum líka hafa það í huga að skólahald á Akureyri með þeim hætti sem að það er í dag er ekki sjálfgefið. Það er áratugabarátta og þrotlaus vinna, og þeirri þrotlausu vinnu er alls ekki lokið. Hún heldur áfram í desember 2025, eins og alltaf. Því að skólana mætti kannski kalla þekkingar stóriðju. Stóru skólarnir 3 sem hér eru veita um það bil 9 milljörðum króna beint af fjárlögum inn í hagkerfi EFRA-svæðisins. Af starfsemi þeirra leiðir af sér sérhæft starfsfólk sem velur sér búsetu hér, og með þeim makar og börn, og af starfseminni leiðir viðhald húsnæðis, ýmiss konar þjónusta, heimavist, nemendagarðar, leikskólar, og allt þetta fólk þarf að kaupa í matinn og skemmta sér, mæta í hofa útskrift, láta gera við bílana sína, skiptum eldhúsinnréttingar, og þannig getum við haldið lengi áfram. Og þetta er eingöngu þó augljósu áhrif þess að hafa Háskólann á Akureyri, Menntaskólann á Akureyri og Verkmenntaskólann á Akureyri hér. Það er svolítið þungt. Hinn samfélagslegu áhrif 40 ára sögu Verkmenntaskólans á samfélag norðursins eru mjög mikil og trúlega vanmetin. Á síðustu árum hefur VFMA gefið út 7.000 útskriftarskírteini sem er sett í samhengi við íbúa Akureyrar, og þá hefur þriðji hver akureyringur fengið útskriftarskírteini síðustu 20 árin. Og þegar komið er inn í grunnskóla, sjúkrahús, öldrunarheimili, heilsugæslu, banka eða hvaða vinnustað sem er, kemur maður alltaf og maður heilsar alltaf gömlum nemendum. Gömlum nemendum af stúdentsprófsbrautunum sem eru allt í einu orðnir, kennarar. Það er enginn að vera kennari, en það verða örugglega einhver kennarar. Já, kennarar, hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, matartæknar, viðskiptafræðingar, tölvufræðingar, tæknifræðingar og svo framvegis. Og þetta á ekki síður við hjá verktökum hér í bænum.
og bara raunverulega hér Norðurland allt, húsasmiðir, rafvirkjar, stálsmiðir, múrarar, píparar, matreiðslumenn, rafeindavirkjar, vélstjórar, bifvélavirkjar, hárgreiðslufólk og svo framvegis. Eiginlega alveg sama hvað maður kemur, maður heilsar alltaf gömlu nemendum. Og svo það nú blessunlega svo að margir iðnaðarmenn klára svo iðnmeistaranám og halda áfram að starfa hjá rótgrónum fyrirtækjum eða stofna sín eigin fyrirtæki og taka svo nýnema eða nemendur, þeir þurfa ekki endilega að vera nýnemar, geta verið svolítið eldri líka, á samning og þannig heldur þessi hringrás áfram. Stóra menntahringrásin og fóðrun hennar og viðhald eitt af okkar sem hér eru inni og okkur öllum sem búum í þessu samfélagi, eitt af okkar æðri verkefnum og það okkar hlutverk sem samfélags að viðhalda þessari hringrás. Og það á ekki síður við ykkur, kæru brautskráninganemar, að sá dagur kemur að allt þetta verður ykkar. Það voru ekki margir sem brostu. Ég hef sagt ykkur það er rosalega gaman að halda svona ræður. Jó, það trúa mér einhver kannski. Það held ég. En eins og ég segi, það ykkar hlutverk að viðhalda hringrásinni. Það bara einfalt. Framtíðin ykkar. Og það líka ágætt að leyfa ykkur að vita það að heimur batnandi fer. Unga kynslóðin í dag í svo mörgu miklu betri en mín kynslóð. Yndisleg ungmenni upp til hópa og það eru forréttindi að fá að vera saman með ykkur. Því að það bara nóg af miðlum sem draga upp aðra mynd og einbeita sér að því sem miður fer. En þegar að skoða þeir eru hagtölur og lýðfræðileg gögn, ýmiss konar, þá það staðreynd að heimurinn fer almennt batnandi. Á heimsvísu eru lífslíkur að aukast, ungbarnadauði minnkar, aðgangur að heilsugæslu batnar, menntunarstig hækkar, fleiri hafa aðgang að hreinu vatni, rafmagni, interneti og fleiri þáttum sem auka lífsgæði, bæta og lengja líf. Þetta eru bara opinber gögn á Sameinuðu þjóðunum sem að sýna fram á þetta. Og þessar jákvæðu staðreyndir hins vegar heiminn, þrátt fyrir að svo mynd sem að stundum er dregin upp fyrir okkur, sé einhvern veginn allt öðruvísi, þessar jákvæðu staðreyndir létta samt ekki af okkur þeirri ábyrgð að hafa jákvæð áhrif á og bæta veröldina. Því misskipting gæða, fátækt, ofbeldi, skortur á umburðarlyndi og virðingu liggja eins og í ævintýrinu í leyni undir stórum steini. Á mannamáli þýðir þetta, bara svona í góðri þýðingu, hugsaðu. Ekki vera leiðinlega að þú komist hjá því. Forðist hörmungarhyggju, forðist fortíðarþráhyggju. Ekki flækja líf ykkar óþörfu og komdu bara fram við virðingu, sömu virðingu á sama hátt og þú vilt láta koma fram við þig. Þetta ekkert ofsalega flókið. Og munum að við höfum oftast val. Við höfum val hvað við skoðum, hvað við lesum, hvað við verjum tíma okkar í og hvað við segjum, því að orð hafa vægi. Og í samskiptum höfum við val það hverju við svörum. Og það mjög mikilvægt að huga vel að því, velja vel og temja sér ögu vinnubrögð óháð því hvernig manni líður. Við köllum það fagmennsku. Og til mín kom nemandi í gær til að ræða mál sem honum lá á hjarta. Það var mjög mikið að gera og það allt á síðustu metrónum og ég að reyna að finna tíma til að skrifa þessa ræðu. Og þá hef ég ýmsa valkosti til þess að svara nemendanum. Og hverju svara ég? Og nú það svolítið salurinn og nemendur þegar við fáum þessans 2 valkosti og við getum valið A og B. Þetta ekki með flókið. Þetta ekki próf. Nei, ok, hverju svara ég? Valkost A eða valkost B? Valkostur A. Hættu þessu væli. Þú hvort þið örugglega fallin í áfanganum, ekki sjans að þú útskrifist og hættu svo að trufla við. Það brjála að gera.
Skilurðu það ekki? Brjálað að gera. Eða, sagði ég við nemandann, hvað segir þú í dag, nemandi góður? Og hvernig get ég aðstofað þig á þessum fallega degi? Þeir sem telja valið valkost A. Ómar. Við vorum búin að semja um þetta. Nei. En valkost B. Já. Valkost B, já. Og ég þarf ekki að útskýra af hverju ég valdi valkost B. Við vitum það öll í hjarta okkar. Að velja og velja vel og taka þátt og láta gott af sér leiða og setja sig í spor annara, sína virðingu, njóta fjölbreytileikans, vinna fagmennsku að einhverju stærra og meira. Og ég bara þakka fyrir að fá að vera skipstjóri því skipi. Og ég vil líka nota tækifærið og þakka fyrirtækjum og stofnunum, verkstæðum, verktökum og velurunum á svæðinu fyrir afar mikilvægan og dyggan stuðning við skólann og nemendur hans, því án ykkar væri starf okkar svo miklu erfiðara. Og ég vil líka nota tækifærið til að þakka stjórn Þórdunu og tæknifólkinu og leikfélagi FMA og öðrum félögum og nemendum fyrir frábært starf. Og til dæmis á vorunni, svo ég fari nú að skjóta kannski að ykkur hugmyndum að jólagjöfum, að þá verður Ronja Ræningjadóttir sýnd í febrúar, keppt í sturtuhausnum í janúar og árshátíð í mars. Og öll þessi verkefni birtast ekki í draumi sem lítil ævintýr, heldur eru afrakstur mikillar þrautseigju og vinnu. Og í þriðja lagi vil ég nú þakka fyrir erlent samstarf. Það er nefnilega mikilvægt sem aldrei fyrr og nemendur hafa aldrei haft eins góð tækifæri á að stunda nám að hluta til í útlöndum. Að kynnast vinnustöðum og jafnöldrum sínum annars staðar og á hverju ári fer fjöldi nemenda og kennara utan í styttri eða lengri tíma, tekur hluta af námssamningi, hvort sem að það er í matreiðslu eða húsasmíði í rafvirkjum, og hingað til Íslands kemur álíka fjöldi. Og ég vil bara almennt hvetja nemendur til þess, ef þeir hafa möguleika til þess, að taka þann möguleika og því tækifæri, opnum örmum, þetta víkka sjóndeildarhringinn, eykur virðing og umburðarlyndi og svo fylgja líka svona ferðir manni eins og Hemingway sagði, eins og veislagi farangrinum. En nú fer að styttast í brautskráningu. Og í dag er glæsilegur hópur, eins og þið sjáið, og þau koma alls staðar af á landinu. Það útskrifast 73 nemendur með 76 skírteini af 24 námsbrautum, það er af 10 iðnmeistarabrautum. Og ég held að kannski þessi fjöldi námsleiða undirstrikar hve fjölbreytt námið er hér við skólann og mikilvægi hans í nærseiðumfélagi. Mér langar nú til að biðja Ástu Fönn, aðstoðarskólameistara, að aðstoða mig við brautskráninguna og Önnu Maríu Jónsdóttur, sviðsstjóra stúdentsspórsbrauta, fjarnáms og sjúkraliðanáms, að koma hingað og aðeins iðnmeisturum sjúkraliðum stúdentum að sínu sviði brautskráningaskírteini. Og svo vil ég nú líka bara biðja ykkur bara að klappa vel. Það er margreynt að reyna að stýra einhverju klappi, það þýðir ekkert. Ég vil bara biðja ykkur að klappa vel fyrir nemendunum þegar þau koma og taka við skírteinunum. Mikið mjög vænt um það. Erum við til í slaginn? Allir tilbúnir. Já. Þá hefjum við lesturinn og útskriftina á útskriftarnemum af félags- og hugvísindabraut. Það er Eva María Hjörleifsdóttir. Mikael Olesko. Það útskrifast Þórdís Anna Hreiðarsdóttir líka félags- og hugvísindabraut.
Félagslega nám, þar er hún Ásta Björk Arnórsdóttir að útskrifast, gat ekki verið með okkur í dag. Þá eru útskriftarnemendur af Fjölgreinabraut, það er Guðrún Ragna Kristjánsdóttir. Kolbrún Bjarkey Matthíasdóttir. Marín Mist Ingvadóttir. Teresa Sól Laufdal Elvarsdóttir. Þórhildur Raguels Heimisdóttir. Þórir Nikolas Pálsson. Og til viðbótar útskrifast af Fjölgreinabraut Atli Sigfús Aðalsteinsson, Embla Ýr Pétursdóttir, Óttar Orri Óttarsson, Snorri Már Óskarsson og Þórunn Helga Stefánsdóttir. Þá eru það Íþrótta- og lýðheilsubraut, Alexander Breki Bukk Jónsson. Sigurður Brynjar Þórisson. Þá er það listnáms- og hönnunarbraut myndlistarlína. Þar eru að útskrifast Andri Hafþór Þorgilsson. Dalrós Ríkey Guðmundsdóttir. Emilía Ósk Gunnþórsdóttir. Kristján Helgi Algarve Magnússon. Og Sigrún Dalrós Eiríksdóttir. Af listnáms- og hönnunarbraut myndlistarlínu útskrifast líka Natalía Olivia Káts. Þá er það náttúruvísindabraut. Þar er Theodóra Tinna Reykjalín Kristínadóttir. Og að brautinni útskrifast líka Markus Ingi Eiríksson. Sjúkraliðabraut, þar er Safa Almanó. Og Safa útskrifast einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Sigfríður María Garðarsdóttir fyrirgefðu. Og Sigfríður María útskrifast einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Þá er það viðskipta- og hagfræðibraut, Álfheiður Birta Þorsteinsdóttir. Ísidór Elís Hermannsson. Logey Hvítfeldt Garðarsdóttir. Þá eru hér nokkrir að útskrifast með viðbótarnám til stúdents að loknu starfsnámi. Það er Anton Logi Valbjörnsson. Baldur Ingimar Guðmundsson. Droplaug Dagbjartsdóttir. Jón Snævar Rósusson.
Og til viðbótar eru þau Alexander Breimar Snæbjörnsson og Sigurður Mar Magnússon einnig að útskrifast með viðbótar nám til stúdentsprófs. Þá er það hún Hildur Björk Benediktsdóttir sem er útskrifast sem heilsunuddari. Þá er komið að meisturunum. Nú geta þeir sagt að þeir séu sannir meistarar hér eftir. Það er Alexander Örn Kristinsson sem útskrifast með meistarapróf í húsasmíði. Almar Blær Bjarnason með meistarapróf í múrsmíði. Ágúst Örn Jónsson með meistarapróf í pípulögnum. Og svo er það Ásgeir Már Andrésson vandræðamaður með meistarapróf í vélvirkjun. Bergþór Smári Pálmason Sigvalds með meistarapróf í húsasmíði. Og Breki Snær Hauksson með meistarapróf í húsasmíði. Hafþór Grant með meistarapróf í húsasmíði. Jón Sverrir Friðriksson með meistarapróf í húsasmíði. Ólafur Þór Ólafsson Hjaltalín með meistarapróf í húsasmíði. Sigfús Harðarsson með meistarapróf í biluvirkjun og einnig í rafeindavirkjun. Og til... Ja, nei, ekki alveg. Því að, sko, það voru náttúrulega fleiri meistarar sem að luku hér prófi. Það voru Eyjólfur Rafn Birgisson, Fannar Þór Gunnarsson, Heiðar Þór Rúnarsson, Hermann Freyr Hafþórsson, Ingibjörg Lára Ólafsdóttir og Magnús Ómar Pálsson ásamt Sæfinnu Bjarnadóttur. Og það má nú klappa fyrir þeim. Það voru eiginlega að kynna Unni til sögunar, ekki? Jú, að þú ætlar að gera það. Og ég gera það. Og ég kenni Unni til sögunar. Unni mín. Hjartanlega velkomin á sviðið. Unnur er sviðstjóri, svo Anna María og er að brautskrá af iðn- og starfsnámsbrautum, ef ekki að orða það þannig. Þú ert klár í slaginn? Já. Ég líka. Og svo eina sem hefði vitað að vera jólalegi í fatabörðinum. Það eru húsasmiði. Byrjum á þeim. Þar er Jón Steinar Ólafsson. Og úr kjötiðin útskrifast Dagmar Erla Arnþórsdóttir. Á matartæknabraut útskrifast Ingibjörg María Gylfadóttir. Og Linda María Ásgeirsdóttir. Þá útskrifast einnig á matartæknabraut Hrafn Knudsen Knútsson. Svo er það stálsmiður. Það er einn svoleiðis, Dagur Orri Þorvaldsson. Þá er það rafeindavirkjun, Alexander Ingvarsson. Finnur Björn Antonsson.
Heiðar Logi Ásgeirsson, Jóhann Ernir Franklín, Kristján Örn Hauksson, Sindri Skúlason, og Viktor Daði Pálmarsson. Til viðbótar voru þeir Bjarni Einarsson og Örnólfur Þór Guðmundsson einnig að útskrifast með próf í rafeindavirkjun og ég glemdi að taka það fram áðan að það voru 3 heilsunuttarar sem hefðu viljað vera hér með okkur í dag. Það er Dagbjört Láruts Agnarsdóttir, Elín Sif Sigurjónsdóttir og Jóhann Hilmar Hreiðarsson. Skulum klappa fyrir þeim líka. Og listin tæmdur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásta, Anna og Unnur. Það er nú þannig að þegar maður vinnur með fólki að þá svona gleymir maður að kynna þegar maður heldur að allir viti sko hverju þeir eru. En þið kannist ekkert svoleiðis. Heyrðu, þá komið að því. Húfurnar upp. Gefum gott lag. Það er nú svona smá viðbót við þetta. Mér á að vera að afhenda hérna svona nokkra blómvendi vegna þess að það er skólanum afskaplega mikilvægt að hér sé öflugt félagslíf og margir nemendur leggja ansi mikið á sig fyrir það að halda utan um félagslíf og sem að samnemendur þeirra njóta og við brautskráningu höfum við svona gegnum tíðina alltaf afhent blómvendi til þeirra nemenda sem hafa setið til dæmis í stjórn Þórdunu nemendafélagsins eða komið með öðrum hætti að skipulagi eða framkvæmd svona atburða nemenda og einhvern svona hátt verið svona fyrirmyndir í þessu. Og mér langar til þess að byrja hér að minnsta kosti 4 hérna til þess að koma og taka við blómum því að það er nefnilega þannig að hérna svona í þessu lífi maður heldur að margt sé sjálfsagt þangað til að það ekki. Og þá áttar maður sig á því hvað það er svakalega mikilvægt að viðhalda þessu, að það sé félagsstarf, fólk finnir sér einhverju og hafa það fjölbreytt. Hvort sem það heitir árshátíð eða LAN, allt þetta skiptir svakalega miklu máli. Og mér langar að biðja Ástu að aðstoða mig við, eða afhenda blómvendina, mér langar til að biðja eftirfarandi nemendur, Theodóru Tinnu, að koma að hengja upp, Þóri Nikulás, Sigrúnu Dalrós og Alexander Ingvarsson. Þau hafa öll með einhverjum hætti komið að félagslífi skólans, annaðhvort í söngkeppni, starfaði í nemendaráði til hliðar eða staðið sér til fyrirmyndar í skipulagningu á LAN viðburðum. Og fyrir þá sem ekki vita hvað LAN eru, þá er það svona hópar nemenda sem að spila saman á tölvuleiki. Ég veit að gefa þeim gott klapp. Það er ekki bara þá megið þið fá okkur sæti aftur. Það er að segja. Ég var bara svona að doka að hvort einhver vildi taka við að mér. Það var ekki. Það má líka vera pínu gaman, sko, bara svo að það sé sagt, sko.
Þetta hátíðlega athöfn og allt það, en það má líka svona hafa og hlæja vegna þess að hlátur gerir manni almennt afskaplega gott. Og svo þessu til viðbótar þá er ég nú að nefna að nemendur fá að sjálfsögðu verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í ýmsum greinum, besta námsárangur á brautum og stúdentsprófi og þannig mætti áfram telja. Og það er nú þannig að verðlaunin eða upplýsingar þau er að finna í umslögunum sem þau halda á. Það nefnilega hefur komið í ljós í gegnum tíðina að margir nemendur einmitt kæra sig bara ekkert að vera í sviðsljósinu og eða fá birtingu af sér og með mynd og nafni á heimasíðum skólans, kæra sig ekkert það og auk þess sem að persónuvernd gerir ekki ráð fyrir því að við birtum slíka fréttir án þeirra samþykkis. Og það tekur svolítið svona stemningun á verðlaunaafhendingunni að fá skriflegt samþykki allra fyrir því, skiljiði mig. Fyrirgefðu þú að fá verðlaun, þetta er búin að skrifa undir hérna upp í samþykki að ég megi birta nafnið á heimasíðum skólans. Þetta er svona, þannig að við ákveðum bara að fara þessa leið að þau verðlaun sem þið fáið, þau er að finna upplýsingar þau í skírteinum eða í umslögunum. Enda er það náttúrulega þannig að nám er sko í eðli sínu ekki keppni, nema kannski að keppa við sjálfan sig. Af því að eins og ég var að tala áðan, nám er stærra og meira og af því leiðir að það er ekki keppni nema að keppa við sjálfan sig, sigrast á því yfirleitt það er sjálfur sem að þarf að takast á við þessi verkefni. Ég vísu heyrt eitthvað svona eins og gervigreind og eitthvað svona, en þið kannist ekkert við það. En að öðru leyti þarf maður alltaf sjálfur að takast á við þessi verkefni. Þannig að fyrst og ennast er þetta keppni við maður sjálfan spurningum úthald og að klára. Og þetta sem ég talaði líka áðan, að vaxa, takast á við mótbyr, það er bara afskaplega mikilvægt. En þá er ég svona bara segja við ykkur, ég ætla að óska ykkur bara svona innilega til hamingju með þetta allt saman, með árangurinn og vera að koma með skírteini í hendurnar og húfurnar á kollinn. Þá er ekki að hafa áhyggjur að þið lengur að setjast á þær. Yndislega bara að við svona gefa þessum frábæra hópi gott klapp. Og svo er það eitt af skemmtilegasta sem við munum öll helst eftir í ræðuhöldum dagsins. Nei, það er ekki ræða mín, það er ræða brautskráninganema. Og mér langar til að bjóða hingað upp Theodóru Tinnu Reykjalín Kristínadóttur, nýstúdent af náttúruvísindabraut, til að flytja okkur kveðju brautskráninganema. Góðan daginn. Ég veit ekki með ykkur, en ég er afar ánægð að standa hérna í kvöld. Ég er ánægð og stolt. Það er ekki á hverjum degi sem fólk útskrifast úr framhaldsskóla og þetta er samt bara byrjunin, en VFMA hefur undirbúið okkur vel. Ég hef ekki bara lært eðlisvarma og setningarhluta, heldur lærði ég líka að eignast vini, vinna með öðru fólki og lærði mikilvægi þess að gera hlutina. Sérstaklega í dag er hægt að komast í gegnum skólann með því að mæta bara í tíma og setja í símanum og skila verkefnum með eins lítilli fyrirhöfn og hægt er. En það hefði ekki kennt mér neitt og svo er bara mikið skemmtilegra að hafa áhuga á því sem maður er að gera og að leggja vinnu í það. Og ef maður gerir sitt allra besta, sést árangurinn og maður getur liðið vel með sína frammistöðu. Þegar ég byrjaði í VFMA var ný og spennandi tækni að koma fram, gervigreind. Í fyrstu virtist þetta bara vera skemmtileg ný tækni sem geti gert skrítinn texta og skrítnari myndir. Tæknin batnaði fljótt og bráðum var hægt að nota hana til þess að gera verkefnin fyrir mann, en maður lærir að sjálfsögðu ekkert á því að gera ekki verkefni. Og persónulega lærði ég mest á því að vinna verkefnin og af því að taka þátt í náminu. Það er auðvelt að láta tæknina hugsa fyrir sig, en það er mikilvægt að við hugsum fyrir okkur sjálf og við pössum upp á framtíðin okkar. Ég lærði alveg rosalega mikið að því að stökkva í djúpulaugina og gera eitthvað sem ég vissi ekkert og gera samt mitt allra besta. Mér hefði aldrei dottið í hug að ég væri að fara að taka þátt í stærðfræðikeppnum eða Gettu betur, en þarna kynntist ég góðum vinum og lærði margt.
Heimspekingurinn Wittgenstein átti einhvern tímann samtal við vin sinn þar sem þeir ræddu þá ranghugmynd mannskepnunnar frá þeim tíma þegar hún vissi ekki betur að sólin snerist í kringum jörðina. Segðu mér, spurði hann vininn, af hverju segir fólk alltaf að það hefur verið eðlilegt að álykta að sólin snerist í kringum jörðina í stað þess að jörðin snerist í kringum sólina? Nú, augljóslega, því að það lítur út eins og sólin færist í kringum jörðina, sagði vinurinn. Wittgenstein svaraði, en hvernig hefði það litið út ef okkur hefði sýnist eins og jörðin snerist í staðinn? Það held ég það sem ætti að vera kjarni alls náms, að við ræktum og höldum við hæfileikanum til að reyna að bera sjálfkennsl á að skilja veruleikann eins og hann er. Í lok náms hér í VFMA tekur framtíðin við og skólinn hefur gert sitt besta til að undirbúa okkur undir þetta, en samt er þetta stórt stökk út í óvissuna. En það eina sem við höfum gert er að leggja af stað og gera okkar allra besta. Ég hef notað það sem ég lærði á þessum 3 árum í framhaldsskólanum í áframhaldandi námi og það sem eftir er lífs míns. Og fyrir það vil ég þakka starfsfólki skólans, kennurum, skólameistara og samnemendum mínum. Takk fyrir. Takk fyrir kjærlega, Tina. Það sem af er þessum vetri hefur ýmislegt gengið á. En ég er nú svo heppinn að vinna með góðu fólki sem hefur staðið þétt við baki á mér í hverri raun og hefur stuðningu þeirra verið ómetanlegur. Skóli er eitthvað sem getur kallað þekkingarstofnun og verðmætin liggja í því ágæta fólki sem þar starfar hvaða starfsheiti sem það ber. Kæra samstarfsfólk, ég á ykkur marga greiða að gjalda. Ég hef treyst ykkur til góðra verka og hef notið eitthvað trausts. Og það er heiður að vera samferða ykkur. Og ég vil fá svolítið klapp fyrir ágæta samferðafólk. Það er nefnilega ekki alltaf auðvelt að vinna með mér. Nei, eða ekki. Það má líka vera svolítið gaman og þess vegna eins og ég segi, áður en ég segi nokkuð lokaorð við ykkur og við salinn og svoleiðis að þá langar mér nú til þess að biðja nemendur úr leikfélagi VFMA að gera sig klár. Þar sem að þau ætla að flytja okkur atriði eða senu úr Ronju Ræningjadóttur sem að verður einmitt frumsýnd í febrúar í Gryfjunni í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Leikstjóri verður Pétur Guðjónsson. Gerið svo vel. Þvílík nótt. Nú skal blóðið renna. Matthías, hræddu burt þessa grimmu skónardir! Þrumuveðursbarn, lítið og ljótt, sannaðu til. Þú, Úlfur, Úlfur, ber þig burt, barn í örmum mér vef ég. Þú, Úlfur, Úlfur, ber þig burt, barn mitt ég aldrei gef ég.
Ronja, Já, Mattías. þú verður að vara þig að villast ekki í skóginum. En hvað á ég að gera ef ég villist í skóginum? Finna réttan stíl Gott og vel. og varaði þetta ekki ofan í ána. En hvað á ég að gera ef ég dett ofan í ána? Synda Gott og vel. og mest af öllu passaðu að detta ekki ofan í helvítis skjána. En hvað á ég að gera ef ég dett ofan í helvítisskjána? Þá gerur ekkert framar. Gott og vel. Þá skal ég passa mig að detta ekki ofan í helvítisskjána. Var það eitthvað fleira? Það veit hamingjan en Mattías, þú veist þú getur ekki verndað hana einu. Hún verður bara að gera þetta sjálf. Skallapétur, segðu mér söguna frá því þegar ég fæddist. Já, það var nú önnur lausn. Ég skal sko segja þér það. Nei, hvað skaltu sko ekki gera? Kom hingað, koma. Völvað er óþefur af ykkur. já. Þið þurfið að þrýfa ykkur. En voru er rétt svo komin, Lóvísa mín. Síðan böðum við okkur í haust. Það er ekki nóg mikið vatn fyrir þessar bjálfahendur. Nú skulu allir upp og skoða, burt með skít og burt með hroða. Ég dyrir og allir standa upp á lappa stubba. Það er kominn þvottadagur, þá skal ykkur skrúbba. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Burt með lísta, burt með flæta, sápu þvoið súra tærna. Þjóðaklærna þvoið líka, þörfir á að dubba. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Enda kemur áfram vatn, ávallt fær hann kvefið. Og ef þú þvær þér ekki strax, þá slít ég af þér nefið. Ef það kemur á mig vatn, yðra hveisu fæ ég. Og ef þú þvær þér ekki strax, þá utan undir slæ ég. Sápan fer í augun, gæta hvað þú gerir. Mér er sama þó því hímilleiku berir. Svo skal klippa, raka, reyta, rippa, bæta, festa, skeita, kanneguna, klippa á tánum, kempa, úfinn, lumpa. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Svo skal kremið ykkur bera, allt skal fínt og strókið vera, eins og veginn eignabossi, ljóma sér hver subba. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Verð ég líka vaskaður, skrúmpaður og skafinn. Þú mátt eiga óværuna, minnst þú verður grafinn. Kæra ég af kulda nötra, komdu nú í bólið. Þú skalt eiga heitt í hamsi, hlýtu gamla fólið. Sápan fer í augun, gæta hvað þú gerir. Mér er sama þó því hímilleiku berir. Það er kominn þvottadagur, þá skal okkur skrúbba. Ok, út af með ykkur, koma áfram. Áfram skapur. Ronja, Já, hvert ertu að fara? ég ætlaði bara aðeins út í skó. Já, gerðu það. Skórinn er dásamlegur staðar á borinn. Já. En passaðu þig Á skóanornunum og grátarkonum, ég man. Já, og passaðu Á helvíti
Stjáni. Ég man. Ljósan daginn anir mónur anga, fuglar syngja, flæðir geisla glitum manga, þegar rökkur vættir ganga. Rassálfar á nætur skrýmsl í trjánum hanga. Ó, anímónur, blómin hreinu hýð gengin spor. Ó, anímónur, hvítu vinir, það komið vor. Allan daginn allt á þönum þýtur, allir keppast upp á sínar eigin spýtur, þegar rökkva stjarnan ljósa lítur. Lítinn dverg sem skældum rauðum augum gnýtur. Ó, anímónur, breiðir á mig ykkar hvíta líf. Ó, anímónur, undir stjörnur skinið blóm mín. Ó, anímónum, blómin hreinu heyið gengin spor. Ó, anímónur, hvítu vinir, það komið vor. Bara yndislegt. Takk fyrir. Bara yndislegt. Það er ég bara svona dettur aðeins úr gírnum. Maður búin að horfa svona. Bara það sem ég var að segja áðan, sko. Veist, hvað þið eruð mögnuð. Staðfesti það. Heyriði, kæru nýútskrifuðu fyrirverandi nemendur. Nú er verkið mínu næstum lokið, en mér langar nú samt að segja við ykkur nokkur orð. Mér langar til að biðja ykkur að bera virðingu fyrir fjölskyldu ykkar og vinum og því samferðafólki sem þið hittið á leiðinni og kannski ekki síst bera virðingu fyrir ykkur sjálfum og umhyggju. Og muna það að ekkert verk er svo lítið brotlegt að það sé ekki þess virði að vinna það vel. Og verið stolt af árangri ykkar og horfið björtum augum til framtíðar. Því að árin líða og þið byggið ykkar lönd. Og mér langar til þess að segja við þig, bara í eintölu, nokkur orð bara úr texta eftir Vilhjálm Vilhjálmsson. Bara enga
þér til eftirbreytni alla betri menn en mig og bæta við: allt hið góða í heimi haldi í hönd á þér og sé með þér. Allt hið góða í heimi haldi í hönd á þér og sé með þér. Góðir brautskráninganemar og gestir, það að koma að lokum þessara hátíðar. Mér langar til þess að biðja fólk að sitja kyrrt í sætum sínum á meðan við hér á sviðinu göngum út og yfirgefum salinn. Þannig að við göngum út og síðan þurfum við að tæma salinn og þið farið fram og hafið kannski svona 10 mínútur til þess að hitta ykkar fólk hérna sem er á sviðinu. Og meðan við stillum hérna upp fyrir myndatöku, svo fáum við þau inn og myndum. Og síðan þegar að Páll ljósmyndari og er búinn að taka myndirnar, þá verður opnað og þá getið þið komið inn og tekið myndir af hópnum eða hluta hans í heild. Þannig ég vona og ég trúi því að þið eigið öll eftir að eiga gleðiríkan dag og hátíðlegt kvöld framundan. Kæra samferðafólk til sjávar og sveita, innilega til hamingju með daginn. Þessari brautskráningu er slitið. Ska syngja lite lag, nu ska dina själva